Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þóróldur, þú ert fenginn hérna á millilega laust hérna hjá Grindvíkingum. Hvað höfðu Grindvíkingar áhuga á að heyra frá þér? Þeim langar nú kannski að heyra svona þessa atburði sem hafa verið í gangi og mína sýn á það og hvernig hún kannski pínlítið öðruvísi heldur en sú sýn sem kemur frá Veðurstofunni. Hver þín sýn? Ég ekki eins sannfærður eins og margir af kollegum mínum í jarðeðlisfræðinni að þessar skjálftahrynur allar þýði það að það sé eitthvað mikið magna kvik á fleygiferð marga kílómetra út frá, hvað ég var að segja, svona stóra skógsfelli, cirka bát. Að þetta sé þess að þeir kalla kvikulaup. Ég sé ekki ástæðu til þess að halda því fram að það sé, að skjálftahrynurnar sé alltaf til vegna þess að kvika sé að brjóta sér leið í gegnum skorpuna. Ég held að skjálftahrynurnar geta orðið líka þegar sprungur bara hreinlega brotna og þá rifna þær eftir endilöngu og þá færðu skjálftahrynur sem fylgir. Þannig að það línan sem teiknaðist upp hérna 10. nóvember, hún það bara hvað, sprunga að gleðina? Stórum hluta, að kvika líka með í dæminu, en ef þú tekur rúmmálið á þessum gangi sem að menn reiknuð út frá lengd skjálftana og líka hæð skjálftana, þá ertu með 17 km sinnum 4, sem ég segi 17 sinnum 2, það skiptir kannski ekki öllu máli. En þú tekur og þetta átt að vera gliðnina upp á 2 metra, þá auðvelt að reikna rúmmálið. Og þegar þú reiknar þetta rúmmál og ber síðan það saman við það rúmmál sem að hugsanlega fór af stað við síið sem tengist 10. nóvember, þá það rúmmálið sem átt að fylla hana gang, þá það 5 til 6 sinnum meira heldur en það rúmmál sem fór af stað miðað við síið. Hvaðan fengu þeir viðbótarkviku? Við erum ekkert að sjá nein ummerki það að það hafi komið kvika einhvers annar staðar frá. Þá hefði orðið landsi einhvers annar staðar líka. Og þannig að ég finnst það svona að vera menn vera að teygja lopa hana dálítið. Og við erum á plötuskilum, við vitum að frekandi hnika, það ekki kvikan sem að tróða sig inn og ýta plötunum í sikur áttina. Það önnur öfl sem að valda þeim hreyfingum og síðan kemur kvikan, hún notar tækifærið og kemur upp í þeim sprungum sem og þeim veikleikum sem opnast við þessar hreyfingar. Síðan 10. nóvember 23, þá hefur bærinn þetta bara verið meira og minna tómur. Það rétt atvinnulífið svona blómstrar hérna í kringu höfnina og íbúarnir eru fáir. Erum við að fara of varlega? Að mínu mati, miðað við það að það ekki kvika að mínu mati undir Grindavík, það nánast engar líkur að því það gjósi í Grindavík sjálfri. Við getum aldrei útilokað 100%, en ef við horfum bara á söguna, það hefur aldrei gosið inn á bæjarmarka Grindavík. Þá finnst mér við hafa farið kannski verið helst til varkári hvað þetta varðar og kannski verið með hættusvæði nóg stór og óþarflega margar lokanir. Þú varst spurður hérna á fundinum, ef við bara fyllum allar sprungur, getum við þá bara flutt í allan bæinn? Já, ég held að menn verða að fara varlega í það vegna þess að sú staðreynd að við erum með sprungur í bænum öðruvísi hætta heldur en kannski það sem tengist þessari eldvirkni sem í gangi, þó svo að eldvirknin hafi myndað þessar sprungur. Það kannski annað líka að búa með sprungum og við vitum svo sem ekki það getur komið skjálftar einhvers staðar annars staðar, þeir geta valdið hreyfingum á þessum sprungum og þar fram til götunum, þannig að það svona ýmislegt sem við þurfum að horfa í. Þannig að alveg sjálfsagt að fylla í sprungurnar. En ég myndi líka hafa allavega meðan það ekki búið að ganga frá þessu ráðandi í loka ákveðnum svæðum í tímabundið. Þannig að það sé bara ekkert aðgengi að þeim meðan það opnar sprungur á svæðinu.
og í framtíð myndi það sem að mestu sprungunar ég myndi aldrei nota það svæði fyrir íbúðabyggð eða varanlega starfsemi. Ég frekar kannski þá bara nota það sem svona tómstundasvæði eða afþreyingasvæði. Hvernig sérðu svona nánustu framtíð? Nú búið að vera landris í 6-7 mánuði? Já, 7 mánuði, já. Já, og það pumpar svona hægt og rólega í tankinn? Já, það er spurning hvort að þó svo að við séum konum með svipað kvikumagn og var fyrir síðasta uppsafnað í þessa geymslu, að þá hefur þetta gerst miklu hægar þannig að spennumyndin kannski aðeins öðruvísi, hún ekki eins hröð. Og það er spurning hvort að það hafi ykkur áhrif á hvort það verður gosið ekki. Hvort að kvika nái þá að með þessari þenslu þetta niðri að opna þessa gossprungu sem voru þessa gosrás sem að komi kviku upp til yfirborðs. Við megum heldur ekki, var mjög mikilvægt fyrir okkur að muna og þegar við hugsa þessa hættur og hættum matið og annað. Öll gosin nema 2 byrjuðu á svona 500 metra langri sprungurein, kílómetri fyrir sunnan Stóra Skógssel. Það er rétt fyrir norðan gömlu Sundungan. Þetta er alltaf sama pípan? Þetta er alltaf sama pípa. Þú ert alltaf að nota sömu pípuna aftur og aftur og aftur. Og þú ert ekkert að búa til neitt nýtt. Þú ert bara að nota þetta og það kemur alltaf þar beint upp á sama stað. Ef þú skoðar geometríun á þessu og þá sérðu það að afstæða geymsluna þetta niðri og hvar þessi gígur staðsettur, að þá er kvikan alltaf upp að meira og minna kom bara beint upp á þennan stað og gís þar. Og þá er spurning, hvað þýðir þetta þegar hún er að lengjast til norðurs og söðurs og túlkun sem Veðurstofan hefur sett fram er það að það sé allt saman einhver gangur sem er að brjóta sér leið á 4-6 km dýpi þarna niðri, alla þarna norðrættir. Mér finnst alveg jafn mikið möguleiki á því, fyrst við erum alltaf með þessa sömu pípu sem þarf alltaf að staði í byrjun, að kannski er þetta þessi lenging hérna efst á sprungunni, á yfirborði, er hún bara raun að vera að gerast efst í skorpunni. Þannig að þú ert með pípu sem er að koma svona upp og síðan fyrir toppurinn á henni, hann nær að dreifa sér svona norður eftir veikleikun sem eru opnir nálægt yfirborði. Vegna þess að sprungurnar eru opnastar næst yfirborði, það eru tiltölulega lokaðar niðri og það er miklu erfitt að opna það niðri heldur en uppi. Þannig að þetta gæti verið svona hálfgerður haki sem er að mynda, skilur. Þetta kemur upp hérna og svo dreifir það sér gís og þannig að kannski er þessar færslur á gossprungunni norður og söður, þær eru tiltölulega grunnstæðar og það ræður meira hvernig það haga sér og ef við horfum á það frá þeim punkti séð, þá er þessi skjálftavirkni sem er á 4-6 km dýpi, þessi skjálftahrinur sem er á 4-6 km dýpi, þá er það ekki tengdar kvikuflæðinu. Það eru bara einhverjar hreyfingar þarna niðri. Og ef þú ætlar að fara að gera hættumat fyrir Grindavík, þá horfum við alltaf öðruvísi á dæmið. Þegar við ræddum saman síðast, þá voru svona cirka 320 sólarhringar á milli eldgosa. Við vorum búin að fá 3 eldgos inn í Fagradalsfjalli og þá síðan það síðasta við Litla-Hrút. Hvernig er síðan þetta öðruvísi heldur en þau gos sem voru hérna austar? Já, það er margt sko, það sem var eins og í Fagradalsfjalli sko, sem kom þar upp. Það er komið að miklu dýpra í fyrsta lagi. Það er það sem við fræðimenn kallum frumstæðari kvika sem raunur þýðir að hún er bara meira, hún er heitari, hún er meira magnesíum og svona þungmálmum í henni og hún rennur miklu hraðar og auðveldar með að færa sig frá einu stað til annar. Geymsluhólfið er undir Fagradalsfjalli, það er á 9-12 km dýpi. Þetta var grynnsti hlutin af því. Er það þetta dýpra hólf sem þú ert að lýsa á sem að síðan er þá að fóðra hólfið sem er í Svartsengi? Já. Og kvikan sem er að koma hérna upp, sko, hún kemur þaðan og fer inn í grynnra geymsluhólf og safnast fyrir þar. Og það er það sem kannski flækir þessa mynd þegar maður er að horfa á sérstaklega efnasamsetningu kvikunar og annað, er að þetta er ekki ný hólf. Þetta eru gömul geymslóð sem við verðum að nýta aftur. Þegar allt fer á stað svona upp í 2018 þá fer kvika að safnast í dýpri geymsluna
og þá er þessi geymsla, hún er búin að vera til staðar en verður svona smátt að kólna með tímanum. Kemur ný kvika inn og það er nýja innspýting og þá fer hún að hita það upp aftur og þá fer hluti af gömlu kvikunni, hann fer líka af stað. Og það er það sem kom fyrst upp í Geldingadalagosinu, fyrsta mánuðin, það var bara upphituð gömul kvika sem var að koma upp. Síðan kemur þessi ferska kvika og þess vegna var svo mikið breyting á goshegðuninni þarna í lok apríl, byrjun maí. Þannig að allur apríl í raun og veru því gosi raun og veru mánuður breytinga. Þá lengdist gossprungan og framleiðnin jókst og síðan fóru þetta allt saman á 1 gíg og við fengum þessa gosshrinu sem þessa miklu púlsa og miklu kvikustrókavirkni og allt það. Og þetta tengist líka þá breytingu í samstýringu kvikunar og hvaða kvik er að koma upp. Síðan fer þessi kvika gosin hætta þarna í Fagradalsfjalli og þá fer kvika að flæða úr þessu dýpra geymsluhólfi inn í gömlu geymsluna sem er undir Svartsengi, sem er geymsla sem bjó til jarðhitasvæði. Það er ástæðan fyrir því að jarðhiti í Svartsengi er þetta gamla geymsluhól sem hefur verið náttúrulega kólna niður smátt og smátt. Og núna er það búið að fá nýja innspýtingu. Og af því að sú innspýting, hún kemur hérna 2023 að kemur það fyrst inn og þá er það hólf tiltölulega kalt, getum við sagt. Þannig að það verður ekki að teka smá tíma að hita upp gömlu kvikuna sem það er. Þannig að fyrsta kvikan sem kemur upp í Sundjöngum, það er þessi kvika sem var í dýpra geymsluhólfinu, fór inn að grynnra, kristallaðist aðeins í grynnrahólfinu og síðan kemur hún upp í fyrstu gosunum. En þessum tíminn leið, það hefur alltaf meira og meira gömlu kvikunni sem var í Svartsengi að koma upp. Fyrstu gosin hérna í Sundhnúkum, þau voru alltaf stutt, en svo hafa þau svona verið að lengjast. Já, það er bara að þú ert að pumpa meira kvikumagn inn og þú ert að hita kerfið upp og það er svona smátt að kannski hlutin sem er bráðinn, hann er kannski pínlítið að stækka með tíma. Og svo endanum það dregur úr innflæðinu af nýju kvikunni, þá dregur úr upphituninni, þá fer aftur að draga úr magni kviku sem kemur upp í gosunum. En hvað, er mögulega bara eitt gos eftir hérna í þessari atrennu? Það er mín tilfinning að í besta falli eða versta falli, að það sé eitt gos. Það kemur ekkert óvart og það kemur ekki neitt gos. Þú sagðir að það væri draumurinn, kannski bara upp á orkubúskapinn að þetta myndi hætta í þessari stöðu? Það er náttúrulega langt best, því að ef við tökum kvikuna úr hólfinu og setjum upp á yfirborð, þá kólnar það miklu hraðar þar og þá nýtist það ekki til þess að hita upp jarðhitakerfið. Ef við skiljum alla kvikuna eftir þetta niðri og leyfum henni bara kólna þar í róleitunum, þá erum við að tala orkuforða fyrir næstu aldir og virkjunin, þetta er bara myndi blómstra. Í sögunni þá erum við með eldgos 1210 til 1240, það er 30 ára tímabil. Já. Hvernig getum við eitthvað heimfært það yfir það sem er að gerast hérna núna? Hvernig lítur framtíðin út hérna? Já, það má alveg heimfæra en ég samt ekki að gleyma því að tímaskalinn hann þarf ekkert endur að vera nákvæmlega svo sami. Þetta getur hægt á morgun hér og þá er þetta kannski bara 5 ár. Við heldur ekki að gleyma þetta Krýsuvíkureldar, að menn telja að þeir hafi náði yfir 30 ára tímabil, en við vitum ekki hvort það var samfelld virkni í 30 ár. Það getur hafa, þegar maður fer að skoða þau hraun og þá gíga sem myndaðust í þeim atburðum, þá er margt sem bendir til þess að þetta geti verið fjöldinn allra gosum sem að dreifast á þessi 30 ár og það getur ekki verið nokkur ára milli gosa. Þú getur fengið kannski gos á einum stað það getur gosið þar kannski 4-5 sinnum á stuttum tíma og svo bara kemur pása. Svo eftir 5 eða 10 ár þá fyrir að gjósa á öðru stað og gera nákvæmlega sama. Þannig að þetta er svona mynstri sem virðist vera á eldvirkni á Reykjanesskaganum og skiptir það ekki máli hvort það er á Sundhnúkaröðinni eða hvort það er á Krýsuvíkureyninni eða Brennisteinsfjallareyninni eða Reykjanes. Reykjanesið, já, svona bara skammt, milli Eldeyjar og Reykjanestáar, það er búið að vera svolítið lifandi svæði síðustu misseri.
það er eitthvað í gangi þar og ég finnst það að vera svona frekar léttvægt að afskrifa það bara sem einhverja plötur hreyfingar. Þetta er á, ástæðan fyrir því er svo að þetta er á tiltölulega miklu dýpi. Þetta er sem sagt á svona 7-10 km dýpi sem er svipað dýpi eins og Á neðra hólfunni hérna? Dýpri geymsluhólfunni hérna. Og þá ertu komin raun og veru í deigaskorpu. Það er miklu erfiðar að brjóta hana og þess vegna eru þessi skjálftar svona litlir og þú þarft mikinn álagshraða til þess að brjóta þá skorpu og til þess að búa til skjálfta. Þetta er svona svipað eins og sko ef þú tekur smjörstykkið úr ísskáp og þá þú setur eitthvað álag og þá getur alveg brotið það. En eftir að þú leyfir að setja á borðinu í smá tíma og svona verða aðeins að hitna og þú getur kannski aðeins hreyft það til og svona, en þegar þú komið í það form að þá er mjög erfitt að brjóta. Þú getur sett sama afl á það en þá flesta bara út. Til þess að brjóta það þá þurftir að fá því náður í stóra steggi og lemja mjög hratt og fast og þá getur þú splundrað því. Þetta er munurinn að stökkuskorpunni og deiguskorpunni. Til þess að fá brot í deiguskorpunni þá þarftu mjög snart álag. Það er að gjósa þannig sjó við Reykjanesið miklu tíðar heldur en hérna inn á landinu. Já. Það er verið að tala um hvað 1-2 gos í að fela á öll. Já. Og til þess að fá svona snart álag þá þurfum við, svona er allavega mín tilfinning að þá þurfum við að vera með kviku til þess að koma inn. Þá er hún komin til að hratt og búa til svona snart álag, þá brotnar. Hvað er öðruvísi þarna heldur en hérna? Það er ekkert mikið öðruvísi. Munurinn er að skorpan er þynnri þarna úti við Eldey. Hún er kannski ekki nema 7, 8, 9 kílómetrar og stökki hlutin hann er kannski ekki nema 3-4. Þannig að það ætti að vera auðveldara fyrir kvikuna að komast upp þar. En skjálftarnir eru samt sem var núna þessum við erum að horfa á. Þeir eru ekki í stökkalhutaskorpunum, þeir eru á 7-10 km dýpi. Þannig að, við horfum, plötuskilin þeir liggja hérna, koma hérna upp, Reykjanesryggurinn eins og við köllum hann og hann kemur hérna upp á landi á Reykjanesi, liggur síðan hérna yfir Reykjanesskagann, heldur áfram til Langjökuls, stekkur síðan yfir að Vatnajökli og norður í Skjálfanda. Þetta er svona nokkurn veginn plötuskilin, svo geta menn dreigja þetta svona aðeins öðruvísi eftir hvernig mennum finnst hlutin að vera á hverjum tíma. Sko, ef þú horfir á, og við vitum þetta alveg að bara ef við horfum svo Rifu og Skyrtunni, sko. Og hún er mest hérna á hvernig stað og ef þú tegir á henni þá tegir staðins lengra hérna og þannig að hún lengist og þá verður hreyfing annar stað og jafnvel rifna meira staðar annar stað. Þetta er nákvæmlega saman með skorpunum, þú ert að rífa hann í sundur og ef þú byrjar að rífa hann í sundur hér þá getur það haft áhrif á aðliggjandi svæði. Það er að spennurlosun hér, hún getur leitt til spennurlosunar á aðliggjandi svæðum eftir einhvern ákveðin tíma. En svona bara lokum ef við förum hérna aftur til Grindavíkur, hvenær geta Grindvíkingar svona fara að huga því að byggja upp af einhverju viti? Ég held þeir geta alveg farið að huga því núna, að mínu viti. Þetta er bara spurning hversu ákvæði menn eru og hversu varlega menn vilja raun og veru stíga til jarðar. Ég sé ekki nein teikn það að það sé eitthvað mikið í vændum það varðar svona frá náttúrunnar hendi í Grindavík sjálfri í náinni framtíð og þegar þetta lognast nú endanum út þá held ég að verði nú örugglega svona cirka 700 ár í næsta atburð. Þannig að ég finnst alveg tími komið á það að fara að huga því að koma Grindavík aftur í gang. Í Kröflu þá, hvað þurftu menn að bíða 3 ár svona eftir því að þetta hafi stoppað? Erum við að horfa kannski einhvern svipaðan tímaramma hér? Verðum við að gefa náttúrunni eitthvað svona smá séns? Sko, við verðum bara að fylgjast vel með. Sko, náttúrunnar, hún hefur sinn hátt á hlutum. Og þó svo sé kannski eitthvað í gangi þarna niðri í einhvern tíma á eftir,
þá er ekki þar með það endi í einhverju stórum atbyrðum á yfirborði. Þannig að ég myndi að segja kannski óþarf að bíða kannski svo lengi, en hafa samt sem áður góða gætur á kerfinu og fylgjast bara vel með og sjá til þess að við, ef eitthvað gerist, að þá getum við verið með viðvaranir nægilega snemma til þess að koma öllum undan og enginn sé í hættu. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það er fjölbreytt efni á vef vikufrétta.vf.is. Verið sæl.